Amma eldar alltaf lambahrygg á sundugum, en við ætlum að koma með skemmtilegri útgáfu af lambahrygg. Lambahrygurinn kannski notaður fyrir 4 til 6, en við ætlum að gera hann aðeins matmeiri og ætlum að setja svona skemmtilegri bragð í hann. Þegar maður er með lambahrygg, þá á maður að velja lambahrygg sem er ekki of feitur. Ef þú tekur of feita hrygg, þá þegar puran er á stökk, þá eru fyllin orðin vel dönn. Við ætlum ekki að elda þetta alveg svo amma gerði, við ætlum að koma með aðeins aðra lausn. Og í þessari lausn er náttúrulega miðað við að allir hlutar á lambahryggnum séu bragðgóðir og tilbúnir á sama tíma. Það er svona gott að vera með eldhúsbref og aðeins þerra svona megnið að blóðinu af. Þetta er mjög fallegur hryggur. Alltaf þegar maður eldar lambahrygg þá eru lundirnar orðnar ofeldað sem ætti að vera besti hlutin af hryggnum. Þess vegna ætla ég að fá að taka þær af. Það er bara gert með smá skurði meðfram beininu. Það er eina sem þarf að gera að passa puttana. Þá renna þær auðveldlega af. Hérna er ég búinn að losa þær af og þá er hryggurinn, þá þarf ekki einu svona að snúa honum við þegar maður sker. Þá er hann bara klár svona. Ég ætla að fá að skera hérna meðfram beininum. Það er bein hérna eftir endilöngu og ég sker báðu megin við. Þetta ger ég út af hérna ætla ég að fá að lauma smá fyllingu inn í. Núna er ég ætla ekkert að losa lambafylið af. Það eina sem ég ger núna, ég hluta lundirnar niður í svona 4 til 6 bita eftir stærð og svo set ég lundirnar hérna óreglulega á milli. Sem það eru ein lund öðrum megin og hin lundin hinum megin. Þarna er eldunartíminn lengstur að koma, svo það passar akkurat að hafa lundirnar mjúkar og hérna. Þegar ég er búinn að setja lundirnar hérna, þá ætla ég að fá að þurrkaðar aprikósur. Þessar eru svona hálfþurrkaðar og eru svona sérlega mildar og góðar, en gefa náttúrulega rosalega sætt bragð þegar það fer út í kjötið. Það ætla ég að fá að lauma hérna á milli lambalundana. Tiltölulega fljótlega gert og þetta er náttúrulega aðalega gert til að fá svona smá karakter í kjötið. Þegar hitinn kemur þá fara náttúrulega bragðið að fara að leka út og endar náttúrulega inn í mjúkum vöðvanum. Þegar ég er búinn að gera þetta, þá ætla ég að gera aðeins til að skrauts meira, að skera aðeins í fituna. Þá náttúrulega viljum hafa stökka fitu, en við viljum náttúrulega líka að hitinn komi inn í vöðvan. Og þegar þetta er komið, ætla ég aðeins að þjappa, þá ætla ég að setja furuhnetur aðeins yfir. Þær verða orðnar svona stökkar og svona brúnar, það er ekki að rista þær fyrir. Fetaost, og ég ætla náttúrulega að nota eins og olíunni með. Hún má náttúrulega alveg leka hérna með. Olían lekur niður og kemur bragðið úr fetaostinum. Svo er það náttúrulega eins og tilheyrir, það er bara salt og pipar. Það má vera svona aðeins vel að salta á purinn og hún verður bara stökkari fyrir vikið. Vel að pipar. Og til að gera þetta aðeins skemmtilegra og fá aðeins betri svona nýja vidd í réttinn, ætla ég að fá að strá smá kömmin sem er ekki kúmen. Þetta er svona meiri indversk ættað og gefur svona skemmtilega. Þá erum við rauninni búin að krydda kjötið, en til að binda afgangsvökva sem kemur alltaf út úr kjötinu, þá ætla ég að fá að strá brauðrasp. Brauðraspurinn ristast svona eins og furuhneturnar. En brauðraspið gerir það að verkum að hann nær að binda allan afgangsvökva sem kemur úr kjötinu. Þetta tók ekki langa tíma, en núna er ég búinn að drýja kjötið og lundirnar eru orðnar mjúkar ofan á. Fetaosturinn, furuhneturnar, aprikósurnar, þetta kemur allt bragð í kjötið og gerir svona aðeins skemmtilegri vídd en fólk er vant. Ég ætla að fá að setja þetta í ofninn. Þetta getur alveg tekið rúman klukkutíma. En við viljum hafa stökka fituna, svo við byrjum að háum þetta og svo lækkum við. Þá var lambahrygurinn orðinn stökkur.
öll fitan orðin eins og pura á að vera. Ég ætla að fá að mæla þetta. Það gerir ég með því að stinga inn í svona breiðasta endan sem er filliðinn. Ég held að hann sé orðinn nokkuð góður. Ég ætla að klára hann í 62. 60 er alltaf miðlungseldað. En ég ætla að reyna aðeins að fara eldra og það vill aðeins bræða fituna. En við skulum kannski færa þetta upp á svona skemmtilegan disk. Nú erum við klár með stökkan lambahrygg með furuhnetum, aprikósum. Við settum smá fetaost og kummin krydd. Þá er það lambahryggur klárt.